Það sestar hjá mér Þórunn Ólafsdóttir, hún verkefnastjóri í málefnum hælisleitenda og Ólöf Ragnar, sérfræðingur og kennari í Mið-Austurlandafræði eða alþjóðasamskiptum. Velkomnar báðar tvær. Við ætlum að ræða aðeins þetta hörmulega stríð í Sýrlandi sem hefur núna staðið yfir í 7 ár. Og það er alveg sama hvar maður sækir sér fréttir af þessu, það alltaf sama sagan, það sér einhvern veginn ekkert fyrir endan á þessu. Ég vil byrja aðeins á þér. Ólöf, þú ert sérfræðingur í alþjóðasamskiptum Mið-Austurlanda og kennir þetta við Háskóla Íslands. Förum bara kannski aðeins á upphafsreit. Hvar byrjar þetta? Af hverju byrjar þetta stríð og hvað skref eru tekin á þeirri vegferð sem hefur endað í þessari hörmulegu stöðu sem við erum í þarna í dag? Já, það yfirleitt 15. mars 2011 markar svona upphaf þessar uppreisnar eða byltingar almennra borgara í Sýrlandi sem kemur í kjölfar arabíska vorsins. En það mikilvægt að hafa í huga að við þurfum að fara aftar en það til þess að skilja hvað í gangi. Og það ástæðan fyrir því að fólk rís þarna upp og komin og heimtar breytingu á kerfinu að allt sem við getum kallað borgaralegt samfélag eða civil society hefur verið haldið niðri. Öll frjálsfélagasamtök, allar stjórnmálahreyfingar ekki leyfðar sem í andstöðu við stjórnvöld. Já. Og þetta svona langvarandi kúgun fólks sem verður til þess og svo fær fólk þannig glugga að því finnst þegar það sér hvað gerist í nágrannalöndunum og hreinlega drífur sig út á götu og byrjar að mótmæla. Já. Og það fer að mótmæla og það fangelsað og sætir pyndingum í fangelsi og svo hvað? Ég meina þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en það sem við þekkjum úr heimsstyrjöldunum sem einhvern veginn þessi að berjast við þennan og þetta eru bandamenn hér og þetta svona einhverju leyti svona hrærigrautur sem erfitt einhvern veginn að skilja hver hvað og fyrir hverju að vera að berjast hverju sinni. Akkurat, og það mjög skiljanlegt að því að nú hefur stríðið búið að hefja sitt 8. ár. Já. Þannig að það auðvitað mjög einfalt að missa sjónar kannski á því hvað raunverulega í gangi og fáir sem að hafa fylgst með frá upphafi. Sumir að koma inn í þetta kannski miðju stríði og þá færðu svolítið brenglega mynd. En það sem að gerist þetta eins og þú segir, fólk mætir hérna pyntingum og drápum fyrir það að fara út á götu og mótmæla. Og eftir nokkra mánuði þá má segja að byltingin hervæðist. Það verða hann liðhlaupar úr sýrlenska hernum sem að neita að taka þátt í þessu. Já. Og stofna sinn eigin her, frjálsi sýrlenski herinn, svo kallað. En það má samt eiginlega ekki kalla hann her þannig eins og við þekkjum að það engin miðstýring eða miðstýrt fjármagn sem að kemur inn. Heldur auðvitað meira svona litlar herdeildir og reglífar hugtak kannski yfir þær. Og síðan eins og oft þegar fólk hugsa stríðið í Sýrlandi þá koma fylkingar eins og ISIS upp í hugann. En það hópar sem að koma inn miklu seinna. Þeir taka engan þátt í þessari byltingu. En þegar búið að skapa svona grundvöll fyrir slíkar fylkingar til þess að hreiðra sig og reyna að ná einhverjum áhrifum og landsvæðum. Það gerist þegar svona byltingin hefur svolítið herfast og þetta orðið fólk farið að berjast á móti. Og núna það rosalega margir hópar að berjast. Ég geti sittið inn og talið upp hópa í bara marga mínútur. En þetta þetta sýrlenski stjórnarherinn sem stuttur af Írönum og Rússum og Hezbollah í Líbanon. Og svo vilja stjórnvöld í Sýrlandi skilgreina alla sem á móti sér sem annaðhvort hryðjuverkamenn eða uppreisnarmenn. En það rosalega einföldun á því sem í gangi þarna. Af því að eins og þú segir, það margir hópar og jafnvel á einu svæði einhverjir hópar að vinna saman sem að vinna á móti hvorum öðrum á öðru svæði. Og þeir hafa mismunandi takmörk. Einhverjir vilja að koma upp Íslamsku ríki í Sýrlandi en alls ekki allir. En flestir að berjast miða að því að reyna að koma burtu stjórnvöldum. Já. Þórunn, þú hefur náttúrulega verið í miklum samskiptum við fólk frá Sýrlandi og unnið bæði með flóttamönnum og hælisleitendum og varst náttúrulega tíma á Lesbos í Grikklandi að taka við þessu fólki þegar það var að flýja þessar aðstæður. Hvernig hljóðið einfallega bara í þeim sem að þú þekkir sem koma frá þessu svæði? Eru þau að gefast upp eða bera þau vonir brjóst það að þessu geti
fari eitthvað tíma fljótlega að ljúka? Þetta náttúrulega allavega og hefur breyst mikið með árunum og breytist í rauninni dag frá degi og ég man þegar ég var fyrst á Lesbos 2015 og var að taka á móti fólki sem var jafnvel bara nýflúið frá Sýrlandi, búið að vera kannski stuttan tíma í Tyrklandi og kemur svo yfir og það var óbúslega vongott að það væri komið í öruggt skjól og svona, já, í rauninni að það geti bara komið yfir og beðið af sér þetta ástand og ég veit að þeir sem flúðu í upphafi stríðs og svona sáu fyrir sér að þetta myndi taka enda og ég hef aldrei hitt Sýrlending sem ætla sér ekki að snúa heim aftur þegar þessu lýkur. En svo eftir því sem árin líða þá eru þetta fólk fara að sjá fram á það að mögulega ekki á þeirra líftíma geti ástandið í Sýrlandi orðið nægilega friðsælt eða öruggt til þess að fólk getur hinnlega snúið aftur. Já. Og síðan þróast þetta svolítið þannig að Evrópa hefur heldur ekki tekið neitt sérstaklega vel á móti fólki. Það er allur gangur á því. Og fólk jafnvel farið að snúa aftur. Það birtist einmitt, ég sá í svona minningum á Facebook í dag, það var maður sem ég hafði ekki mynda með skilti í flóttamannabúðunum í Ídomeni við landamæri Grikklands og Makedóníu 2016 og á því skilti stóð ég lifði af stríðið í Sýrlandi en þið fáum mig til að óska þess ég hefði ekki gert það. Já. Þannig að við erum svolítið að bregðast á ýmsum sviðum og ekki bara við Íslendingar heldur, ég er að tala bara alþjóðasamfélagið og hljóðið í þessu fólki auðvitað misjafnt en ég minnist þess ekki hafa heyrt nokkurn Sýrlending mæla Assad bót. Nei. Og snúið þetta fólk aftur sem að fólk jafnvel farið að gera. Það hefur valið jafnvel að fara heim með allri því áhættu sem því fylgir, frekar en að hírast í tjaldi einhverstaðar í Grikklandi. Og þetta fólk sætir oft pyntingum við heimkomu, handtekið, hverfur, ég var að lesa bara síðast í morgun fréttaskýringu þar sem að 5 ungir menn sem að snéru aftur til Sýrlands, dóu allir í herfangelsum og dánarorsökin var hjartastopp. Og maður hugsa svona með sér hvað er til í því, þannig að við erum komin út í svona þó svo stríðið taki enda. Og ef að það gerist á þeim forsendum að Assad haldi völdum, þá fólki sem hefur flúið ekkert endilega vært í Sýrlandi og verður ekki í svona, bara undir hans stjórn. Nei. Hver nákvæmlega, Ólöf, er staðan þarna núna? Hverjir eru að ná yfirráðum? Við hefum talað náttúrulega Afrín hér að núna, hvernig stendur þetta núna og hverjir eru akkurat að berjast í Sýrlandi í þessum töluðu? Það sem við erum búin að sjá auðvitað núna á síðustu vikum sókn stjórnarhersins í Austur-Gúta sem er bara svona í útjarði Damaskus, höfuðborgarinnar. Og þeir eru að berjast þar hart fyrir því að ná tilbaka þessu svæði sem eitt af þeim fáum sem undir stjórn þessara uppreisna manna. Og svo erum við með Tyrki að sækja mjög hart fram í Afrín og við sjáum eitt sem kannski ekki mikið tala að Rússar voru þar á þessu svæði og hafa dregið sér tilbaka. Og hleypt þá Tyrkjum inn í staðinn. Af hverju gerist það? Já, maður svona einhvern veginn fer að spyrja sig að því hvort að einhverju samningar hafi átt sér stað þarna undir borðið. En að því að það lítur svolítið þannig út. Hvers vegna þeim hleypt svona upp á dekk og þeir bara hreinlega eru að slátra fólki þarna í þessu héraði. Mér langar að spyrja líka aðeins, Þórunn, hvernig maður sér náttúrulega skelfilega myndir af börnum og fullorðnum sem að lenda í sprengjuregni og bara árásum þarna, en þetta er alltaf tiltölulega stórt land. Hvernig maður sér einhvern veginn ekki fyrir sér hefðbundið daglegt líf fyrir neitt af þessu fólki, gengur lífið bara sem vanagang þá annar staðar í landinu og víðast hvar jafnvel nema á þessum stöðum þar sem þessi skelfilega hernaður í gangi, þetta einhvern veginn allt farið á hliðina í þessu landi? Hvernig staðan svona í heildina fyrir fólki? Ég held auðvitað að allir
í Sýrlandi finni fyrir þessu stríði á einn eða annan hátt. En það eru vissilega svæði sem eru öruggari en önnur og þá fyrir ákveðna hópa. Fólk sem að styður stjórnina og býr inn á yfirráðasvæðum stjórnarhersins nýtur miklu meiri verndar heldur en síðan fólki sem að kemur frá uppreisnarsvæðunum. Og mín innsýn kannski meira þar. Já. Og þá erum við að tala Idlib hérað og Austurgútar sem að Ólöf nefnir og ég á einmitt mann sem er Sýrlendingur og kemur frá Idlib héraði, lítilli borg þar sem heitir Sarakeb. Og þar á hann ættingja ennþá og það er ekki langt síðan að móður hans og fleiri komust út. Þannig að við fáum fréttir þaðan nánast daglega beint í æð. Þannig að og við bíðum oft lengi eftir því að heyra í fjölmiðlum það sem hefur átt sér stað. Já. Við heyrum kannski fréttir og nokkrum mánuðum síðar sú vitneskja orðin staðfest og almenn. Þannig að þetta auðvitað svolítið sérstakt að vera áhorfandi svona á hliðarlínunni af einhverju ástandi sem að í fyrsta lagi fara ótrúlega kraftar stjórnarhersins í að neita og hann ekki einn þar, hann nýtur auðvitað stuðnings annarra ríkja og það fer mikið púður í að réttlæta aðgerðir hans, að þarna séu hryðjuverkamenn og það þurfa að losa sig við þessi öfl. Já, þetta mikið áráðstríð. En leið ég að fylgjast með þeim aðgerðum í gegnum bara fólk sem venjulegt fólk og bara fast þarna, getur ekki annað en verið þarna og vill ekki þetta stríð. Hvað finnst þér, Þórunn? Þú hefur náttúrulega stofnaðir Akkeri sem að aðstoða fólki til dæmis að verða sjálfboðaliðar. Hvað finnst þér persónulega að við Íslands samfélag getum gert betur til þess einhvern veginn að veita hjálparhönd? Það auðvitað útrúlega flókin og stór spurning og ég held að mörgum líði þannig að hugsi bara ég get ekkert gert í þessu. Þetta einhvern veginn löngu farið úr böndunum. Já. En það sem að kannski mestu máli skiptir eru okkar viðhorf og okkar stuðningur og hann í rauninni tvíþættur. Hann bæði snýr að því að veita fólki skjól á meðan þessu ástandi stendur. Að fólk hafi einhvern öruggan stað til að draga andan og þegar ég segi öruggan stað þá snýr það ekki bara að fjarveru átaka. Öryggi felst líka í því að fólk að hatursorðræða sé fjarverandi og viðhorf okkar séu þannig að fólki líði eins og það sé öruggt. Og þetta það sem skiptir óbóðslegu máli, en svo skiptir líka máli að þrýsta á okkar stjórnvöld því að eins og öll önnur stjórnvöld hafa þau rödd í alþjóðasamfélaginu. Og ég veit ekki til þess að íslensk stjórnvöld hafi sérstaka línu eða stefnu í málefnum Miðausturlanda og það kannski vantar óbúslega mikið upp á það eins og við hefum séð núna undanfarna daga þegar hefur verið uppi ástand sem krefst náinna samskipta við yfirvöld á þessu svæði og það virðist ekki vera neitt plan eða nein svona sérstök afstaða. Rétt í lokin, Ólöf, hvernig alþjóðasamfélagið að takast á við þetta? Það virðist einhvern veginn engin samhugur vera í því að þarna verði einhvern veginn að grípa inn í. Þetta fær bara að malla svona eins og við erum búin að sjá núna á 8. árið. Það sem að ríkisstjórnin eða stjórnvöld í Sýrlandi hafa þarna mjög öflugur bandamaður í Rússum. Sem að hefur þetta neitunarvald í Sameinuðu þjóðunum, öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og þetta neitunarvald náttúrulega rosalega sterkt þegar á að fara að reyna að álykta og setja fram einhverjar ályktanir í svona málefnum. Ekki bara það að þú getur notað þegar eitthvað sett fram, heldur oft kannski bara ekkert settar fram ályktanir af því að það vitað fyrirfram að þeim verði neitað. Þannig að þetta svolítið öflugur bandamaður og svo líka annað með Bandaríkjamenn til dæmis sem þetta stórveldi í þessum heimi og þeir hafa ekki gengið eins hart fram og til dæmis í Írak og Afganistan og Líbíu þeir hafa meira verið að styrkja sýrlensku lýðræðissveit sem leidd af Kúrdum, þessu YPG samtökum.
Þannig að við erum svona að sjá svolítið, kannski svolítið pattstöðu. Já, í rauninni þyrftu kannski þessi ríki að stígu upp og taka afstöðu með Sýrlendingum til þess að vera hægt að leysa þetta. Já, og þá kannski með fólkinu í landinu og hlusta á þau. Kæra þakki fyrir komunar báða tvær. Komist ekki lengra sinni, Egill verið með ykkur hérna vikuleiðinni. Verið sæl.